Komið sælir kæru fiskar. Við erum næstir. Við erum inn í náttúrunni í þetta sinn. Og ég er í lopapeysu af því að hér er bara dálítið kalt. Það sem ég er stödd. Og við ætlum að einblína á ástina og samband sem að er ykkur efst í huga eða spurningar sem að við erum með og við skulum sjá hvað kemur út úr því. Samband fyrir fiskana. Ok, kæru fiskar. Ég fæ svona haltu mér, slepptu mér orku frá þessum spilum. Það er í aðra höndina viltu drífa hlutina áfram en svo á hinn bóginn viltu hægja á þér og draga þig í hlé. Það er svona þín hlið hérna sem kemur upp. Ok, þetta er eitthvað sem þú ert búin að vera að hugsa í svolítið langan tíma og ert ekki alveg komin að neinni niðurstöðu með ennþá. Hinn aðilinn, aftur á móti, hann virðist vera tilbúinn að láta heyra í sér, koma jafnvel færandi hendi til þín með einhvers konar tilboð eða tækifæri og reiðubúin að sýna tilfinningarnar sínar. En ég verð að segja það af því að það kemur hérna upp. Þessi aðili, hvort sem kvenmann eða karlmann að ræða, gæti hreinlega ekki verið við eina fjölina feldur, eins og maður segir. Hann gæti líka verið þannig típa sem að kemur ekki alveg hreint til dyrana, heldur aftur af sér og segir ekki allt sem hann er að hugsa, en notar svolítið hérna þessar fallegu tilfinningar og þennan sjarma sem hann hefur til að heilla þig. Það er kannski þess vegna sem að þú, kæri fiskur, ert svona tvístígandi. Skulum sjá hvað er meira hérna. Já, þið komið upp eins og það sé bil á milli ykkar. Það getur verið fjarlægð, það er að segja landfræðileg fjarlægð, eða þá að þið séu ekki alveg á sömu línu. Þú ert tilbúin að reyna að brúa þetta bil, að reyna að koma ykkur nær hvert öðru, koma ykkur saman, ræða málin þannig að þið öðlist sömu sýn eða hreinlega ferðast fram með tilbaka til þess að þið verðið í nánd við hvert annað. Hinn aðilinn, ég sagði áðan að hann væri ekki við eina fjölina feldur. Ég veit ég er alveg agalega að segja þetta, en ég verði eiginlega bara að endurtaka það. Sko, það er ekki, þetta er ekki
slæmur aðili. Þetta ekki slæm manneskja. Það ekki máli. Heldur lifir hann bara svolítið svona óhefbundnu lífi, skulum við segja. Hann geti verið svona bóhem-týpa eða einhver sem svolítið svona flakkari í eðli sínu. Hann með lukkuna með sér, það virðist allt ganga vel hjá honum, en það svona rótleysi sem verið að benda á hérna. Þá bara spurning, kæri fiskur, hvort að það sé eitthvað sem hendi þér. Það verður þú eiginlega að gera upp við þig. Ég sé hennan aðeila koma inn í lífið þitt fljótlega og þið eigið eftir að taka þessa umræðu hvort að þið getið á einhvern hátt nálgast hvert annað, kannski með því að gera málamiðlanir. Það getur verið partur af því að nálgast hvert annað líka. En þú ert bara í kærleikanum og vilt gera hlutina vel og mikil svona falleg orka sem fylgir þér. Sko þú gæti líka verið á leiðinni að hitta þennan aðila, alveg eins og hann sé á leiðinni til þín. Það eiginlega svona beggja blands hérna, þið eru báðir aðilar með þannig orku hérna í spilunum ykkar. Það þá bara spurning hvor verður fyrir til. Ok. Já, mér sýnist þú vera tilbúin bara í einhvers konar skuldbindingu, trúlofun. Það það sem þú ert allavega að vonast eftir, kæri fiskur. Þú ert að vonast eftir því og þú ert leynt og ljóst að undirbúa þig undir það. Að þið munu ná tengingu og að það verði einhvers konar skuldbinding ykkar á milli. Mjög sterkt hérna í þínum spilum. Og hvað sjáum við með hinn aðilann? Já. Ef hann ekki á leiðinni að hitta þig, eins og ég sagði, þá allavega símhringing eða skilaboð á leiðinni því að hann að hugsa stíft til þín og hann finnur sterka tengingu á milli ykkar, veit að þið eruð sterklega tengd eða tengdir aðilar. Ég held að allavega eru skilaboðin frá þessum aðila þau að hann ber mikinn kærleika til þín, þykir ofsalega vænt um þig og saknar þín. Og það þessi aðskilnaður sem ég fékk upp hérna áðan. Það svona staðfesting á því. Ég held að þessi aðili sé ekki með neinar fastar hugmyndir framtíðina. Bæði það kannski hefur hann bara ekki forsendur til þess að setja þær á blað eða gera plön eins og staðan núna. Svo held ég að sé bara svolítil óvissa í kringum hann sem tengist eftir því sem ég var að segja áðan, að hann lifir svona svolítið frjálslegu lífi
og ekkert viss hvað framtíðin ber í skauti sér. Kannski veit hann ekki hvað hann verður í næsta mánuði og næsta ári. Þannig að það eru svona hlutir svolítið lausir í reipunum, ólíkt því sem með þig. Mér sýnist þú samt sem áður ekki endilega að setja þetta mikið fyrir þig. Þannig að það þá bara þitt að vega og meta, og ef þið finnið þessa tengingu eða þetta að koma til móts við hvert annað, eins og ég sagði áðan, kannski með einhvers konar málamiðlun, ef að það dugar þér og þið báðir aðilar verðið sáttir við það, þá gæti þetta gengið upp og orðið afskaplega fallegt og kærleiksríkt samband. Skilaboð hérna fyrir þig. Já, væntu hins óvænta og hafðu hugann opinn. Þannig að eitthvað óvænt á eftir að koma upp í þessari stöðu. Skilaboð til hans eða varðandi hann. Að hlutirnir verði betri og ekki láta smávægileg atvik stoppa sig. Þannig að kannski eitthvað sem að draga úr honum sem ekki endilega svo stórt þegar upp í staðið eins og hann heldur. Síðasta spilið hérna getur sagt til tímasetningu, einhverja mikilvæga tímasetningu á milli ykkar. Og það bara eftir örfáa daga sem að hlutirnir fara að gerast. Eftir örfáa daga þessi hittingur að fara að eiga sér stað. Og ég ekki ennþá klára á því hvort ykkar að fara að hitta hinn aðilann. Það verður allavega samskipti á milli ykkar innan örfáa daga. Þannig að kæri fiskur, ef að þið finnið sameiginlega flöt á þessu aðskilnaðar sambandi, ef þið vill með því að stofna þetta fræga hvað er að kalla? Að vera þið viti hvað ég á við. Vera í sambandi á milli landa. Fjarsamband, það var orðið sem ég var að leita. Eða þá að vera til skiptis hjá hvort öðru eða eitthvað slíkt. Þá þetta eftir samband sem að geti gert eitthvað fyrir þig. Þetta gefur þér eitthvað til að hugsa kæri fiskur, á næstunni. Og ég bara óska þér allsins besta. Gangi þér vel, ljós og kærleikur til þín.